völdum fíkn og afleiðingar. Það eru til ýmsar tegundir fíknar. Alkóhólspil, spilafíkn. Við höfum nú þegar hitt ýmsa aðila sem hafa frætt okkur efnið. Og það er gaman að sjá hvað Valdís hafði að segja í tengslum við fíkn. Jú, hvað er fíkn? Fíkn er sjúkdómur sem við skilgreinum með andlegur, líkamlegur og félagslegur sjúkdómur. Við þurfum að muna það að fólk sem er að stríða við fíknir er gott fólk með mjög erfiðan sjúkdóm. Ef við tökum til dæmis hvernig hegðun fíkils fer smá saman að breytast, vegna þess að hegðunin breytist smá saman. Fólk verður sjálfhverft og það fer að huga að sjálfu sér og hætta að hugsa aðra. Það fer að finna sér réttlætingar og tilefni til þess að drekka, til dæmis ef við tölum þáfengi. Það fer að fá sér bjór. Það er til dæmis að ef það kemur heim, manneskja kemur heim þreytt eftir vinnudag og segir, ó, ég ætla að fá mér einn bjór, ég má það, ég er svo þreytt. En ef við erum með fíkil, þá fær fíkil sér ekki einn bjór. Hann fær sér marga bjóra og jafnvel klárar allt eða klárar sjálfan sig. Það sem er annað sem gerist smá saman er það að fíkillinn fer að finna fyrir blackouti. Hann fer að finna að smá saman gleymir hann hluta af kvöldinu og eða jafnvel allt kvöldið er farið, sem er mjög alvarleg einkenni af þessum sjúkdómi. Fíknin ræður. Fíknin, hún ræður smá saman yfir manneskjunni. Manneskjan hættir að ráða yfir sjálfum sér og fíknin eða fíkniefnið ræður og manneskjan missir stjórn. Það verða persónubreytingar. Smá saman verða einnig líka persónubreytingar. Manneskjan fer að finna fyrir því og aðrir í kringum hana fer að finna að hún gerir og segir hluti sem hún gerir ekki þegar hún er edrú. Það geta allir orðið fíklar. Það geta allir orðið fíklar. Allir sem að misnota efni geta orðið fíklar og einnig líka þeir sem eiga fjölskyldusögu af fíknum. Það er ekki bara þeir sem misnota eitthvað sem geta verið með fíkn? Það er ekki bara þeir sem að misnota eiturlyf sem geta verið með fíkn. Það eru líka þeir sem eru með annars konar fíknir og við skulum líta aðeins á þær. Það er eins og til dæmis kaupfíkn, spilafíkn, vinnufíkn, kynlífsfíkn. Það sem við sjáum líka er mjög lítið af því hvernig fólkinu líður. Við sjáum hegðunina en við sjáum ekki hvernig fólkinu líður. Við sjáum ekki hversu mikið það er hrætt, það er mikill ótti. Þau eru í mikilli skömm. Þau finnast þau oft vera einskis virði. Þau ljúga að sjálfum sér og öðrum. Þau finna fyrir hroka. Og þau verða dómar, þau kenna öðrum Þau finna fyrir fullkomna áráttu sem er mikill kvíði. Þannig að það er mjög mikilvægt að sjá að það þarf að vinna með öll þessi einkenni sem hafa áhrif á fíkilinn og fjölskyldur hans. Worn out faces, and I find it kind of funny, I find it kind of sad, the dreams and Hvaða áhrif hefur fíkn á fjölskylduna? Fíkn hefur mikil áhrif á fjölskylduna. Þar sem eru fíknir eru öll fjölskyldan veik því fíknisjúkdómar eru fjölskyldusjúkdómar. Það sem gerist er það að það verður til meðvirkni.
Meðvirkni er mjög alvarlegt ástand sem hefur bæði einkenni af líkamleg og andleg. Ef við förum aðeins inn í andlegu einkennin, þá koma þau þannig fram að fólk verður stjórnsamt. Það er eins og það hætti að stjórna sínu lífi, hætti að stjórna sínum líðan og sinni hegðun og fyrir að einbeita sér að líðan og hegðun fíkilsins. Það reynir að stjórna fíklinn og smá saman vill að fara að stjórna öllu í kringum sig vegna kvíða. Það verður einnig mjög þóknunargert. Það vill þjóna fólki og þá er erfitt með að segja nei. Það segir oft já þegar það vill segja nei. Þar af leiðandi tekur það oft að sér of mörg verkefni og smá saman verður það óheiðarlegt af álagi. Það verður mjög tilfinningarlega óheiðarlegt. Ef við tökum sem dæmi það, þá er eins og til dæmis að ef það er kona sem á mann sem er veikur af fíknisjúkdómi, alkohólisma, þá kemur það þannig fram að hún á erfitt með að sýna honum og segja honum hvernig henni líður, vegna þess að hún er hrædd við viðbrögð hans. Hún á erfitt með að segja honum hvaða áhrif þetta hefur á börn og vini og ættingja. Til dæmis ef að systir mannsins myndi spyrja hvort að maðurinn væri að drekka mikið, þá væri mjög líklegt að eiginkonan myndi ljúga fyrir hönd mannsins og draga úr drykkjunni. Nei, þetta er ekki alltaf svona. Þetta var bara tilfelli í gær, þetta gerist aldrei. Þannig að smá saman læra allir í fjölskyldunni að ljúga til neyslu fíkilsins og hætta að hugsa sig. Þau hætta að vera sjálfvirk og þau verða meðvirk. Líkamlegu einkennin eru þau að það verður mikil kvíði og streita. Togstreita oft inni á heimilinu. Það verður líka meltingartruflanir og höfuðverkur og það verður oft líka brotin mörk þarna inni, þannig að inn í þessum fjölskyldum er oft ofbeldi sem hefur líka afleiðingar sem eru líkamlegar og andlegar.
Rúnar Freyr Gíslason og samskiptafulltrúi SÁÁ. Hér hjá SÁÁ ýmislegt í boði fyrir þá sem eru fíklar eða þá sem halda að þeir séu fíklar. Ef að einhver heldur að hann sé fíkill, hvort sem það í áfengi, í spilamennsku, einhvers konar fjárspil eða þannig, eða fjárhættuspil, eða pillur, eða reykja gras, eða hass, eða sprauta sig með einhverju, hvað sem þá getur SÁÁ hjálpað. Ef einhver heldur að hann sé fíkill, þá það fyrsta skrefið, það að hringja í 530 7600 og panta sér tíma hér í Efstaleiti 7, þar sem að Von húsið okkar, SÁÁ-húsið sem heitir Von, og koma svo hingað í viðtal til ráðgjafa. Ráðgjafi manneskja sem hefur fengið menntun í fíknisjúkdómum og í því að tala við þá sem þurfa aðstoð, og yfirleitt ráðgjafi líka alkohólisti í bata, þannig að hann veit alveg hvað í gangi. Eftir viðtalið þá kemur í ljós hvort að það vandamál að stríða eða ekki. Ef það eitthvað vandamál að ræða, þá líklegt að ráðgjafinn bjóði þér að leggjast inn á Vog. Vogur sjúkrahús staðsett í Grafarvoginum og tekur á móti sjúklingum sem vilja ná sér í bata eftir neyslu. Og á Vogi þá verður maður edrú og maður byrjar að fræðast sjúkdóminn sinn, alkohólisma, eða hvað sem sem yfirleitt heila sjúkdómur og þarf að vinna í með breyttri hegðun og með því að passa sig dagstaglega. Það misjafnt hvað fólk lengi á Vogi. Stundum það 10 dagar, eins og fyrir alkohólista, bara svona venjulegan alkohólista, en það getur verið miklu meira. Sérstaklega ef þú hefur verið orðin svona háður lyfjum, pillum og svoleiðis, þá getur það verið margir mánuðir. En það allt í lagi, það bara tekur tíma að jafna sig. Þegar að afeitrun á Vogi hefur lokið, þá bjóðum við upp á það að fara í meðferð. Og hún tekur 1 mánuð á Vík, sem staðsett á Kjalarnesi, eða á Staðarfelli, sem staðsett hér rétt hjá Bíldudal. Og heyrnarlausir fara á Vík, af því að þeir þurfa túlk með sér og Vík miklu nær Reykjavík en Staðarfelli. Þegar að fólk búið að vera í 1 mánuð í þessari meðferð, þá svo boðið upp á eftirfylgni sem samanstendur að tveimur fundum í viku með ráðgjafa í hóp. Og í þessu maður í 12 mánuði. Þannig að það mjög svona mikla batalíkur ef maður fer í allt þetta prógram. Og við hjá SÁÁ við bjóðum líka upp á alls konar félagslíf eftir að fólk orðið edrú. Það fundir og fræðsla sjúkdóminn, það bíósýningar og tónleikar og alls konar skemmtilegheit. SÁÁ býður líka upp á, sem að takja nú eftir, það fjölskyldumeðferð. Það fyrir alla sem í kringum alkohólista. Börnin, konuna eða eiginmanninn, pappa og mömmu og alla sem hafa kannski smitast eitthvað af þessum sjúkdómi eða orðið fyrir miklum áhrifum, af því að alkohólismi snertir yfirleitt alla fjölskyldu alkohólistans. Og þá bjóðum við upp á meðferðir, alls konar viðtalsmeðferðir og mikla aðstoð hér og það gengur mjög vel og ég mæli sérstaklega með því fyrir þá sem þurfa. Við erum líka með barnasálfræðinga sem hjálpa börnum alkohólista og það líka að bera mikinn og góðan árangur. Þetta kostar ekki mikið og hjálpar mikið, þannig ég mæli með því. Aðra lausnir sem ég get svo sjálfur bent á, og þá tala ég ekki fyrir hönd SÁÁ, en það ýmis 12-spórasamtök, eins og til dæmis AA fyrir alkohólista, Al-Anon fyrir aðstandendur alkohólista, Kóda fyrir þá sem meðvirkir, GA sem stendur fyrir Gamblers Anonymous, sem þá fyrir spilafíkla, og fyrir, ég man ekki hvað, Grey Seeds fyrir þá sem borða of mikið og fullt af svoleiðis samtökum til. Og sumir meiri sig að fara bara beint í 12-spórasamtök
og ekki inn á Vog, en við hér hjá SÁÁ mælum ekki með því. Við mælum með því að leita sér fyrst læknishjálpar, þannig að maður sé svo tilbúin til að öðlast meiri bata inn í slíkum samtökum. Svo bara vil ég segja að lokum að þá á enginn að vera hræddur við það að leita sér hjálpar ef hann telur sig vera í vanda. Það er ekkert skammalegt við það að segja hjálp, ég þarf aðstoð. Ég prófaði það og milljónir annarra manna í heiminum sem að nú líður vel og eiga eðlilegt líf í miklum bata við sinni fíkn. Það er frekar skammarlegt að gera ekki neitt í sínum málum. Ég hvet alla sem eru bara örlítið að hugsa það, hvort það sé eitthvað að byrja á því að koma til okkar hér í viðtal. Það verður vel tekið á móti ykkur. Takk fyrir og gangi ykkur mjög vel.